Síðustu 50 árum hefur íslenska þjóðin byggt 85% af öllum þeim íbúðum sem í landinu eru og varið til þau skífulegum tíma, kröftum og fjármunum. Mikil breyting varð að búsetu Íslendinga á fyrri helmingi þessarar aldar. Árið 1910 bjuggu tæplega 70% landsmanna í dreifbýli, en samsvarandi fjöldi árið 1950 var rúmlega 27%. Miklir fólksflutningar voru frá dreifbýli til þéttbýlis sem kölluðu á nýjar úrlausnir í húsnæðismálum. Öldum saman voru Íslendingar eftirbátar annarra þjóða í húsagerð. Þegar íbúar nágrannalanda okkar hófu húsagerð úr timbri, steini og múrsteini, byggðu Íslendingar áfram úr torfi og grjóti. Það voru danskir kaupmenn sem fyrstir reistu timburhús á Íslandi undir lok 18. aldar. Voru það íbúðarhús, verslanir og vörugeymslur. Þetta markaði upphaf timburhúsaaldar á Íslandi sem stóð til 1920. Aukin verslunarsambönd við Bretland eftir 1870 höfðu sín áhrif og hefur bárujárnið sem var flutt þaðan sennilega haft meiri áhrif á byggingarhætti á Íslandi en flest annað. Bárujárnið var almennt á þökum eftir 1880 og á veggjum nokkru seinna. Það var notað á hús af öllum stíltegundum og átti drjúgan þátt í að erlend stíláhrif fengu íslenskan búning. Síðustu aldamót var farið að reisa svokallaðar snikkaravillur og voru margar þeirra í Sveitserstíl sem kom hingað frá Noregi en var upprunnin í Mið-Evrópu. Fyrstu húsin í þeim stíl hér á landi voru pöntuð eftir myndaskrám. Íslenskir smiðir útfærðu síðan svipuð hús í ýmsum tilbrigðum, sum með talsverðum útskurði og flúri. Flest hús sem byggð voru á tímabildu 1901 til 1915 voru úr timbri, en nú fór nýtt byggingarefni að ryðja sér til rúms, steinsteypan. Steinsteypuöld hófst fyrir alvöru árið 1903. Það ár voru reist 3 fyrstu íbúðarhúsin í Reykjavík úr þessu efni sem átti eftir að verða alls ráðandi í höfuðstaðnum. Ingólfshvöll í Hafnarstræti 14 var þrílyft steinhús. Í elstu steinsteypuhúsunum voru timburgólf, timburloft og timburstigar. Árið 1920 voru steinhús aðeins rúmlega 1000 í landinu öllu. Timburhúsin voru þá 5200 og torfbæirnir 5000. Húsnæði skortur í höfuðstaðnum var geigvænlegur í fyrri heimsstyrjöldinni og húsaleigan hækkaði. Fátæklingar bjuggu við mikil þrengsli og ófullnægjandi aðstæður, meðal annars í Bjarnaborg og í Pólunum. Í Pólunum bjuggu 40 fjölskyldur. Þeir voru byggðir 1916 sem bráðabirgðahúsnæði. Pólarnir voru hins vegar notaðir sem íbúðarhúsnæði í næri 50 ár, rifnir 1964. Bjarnaborgin er fyrsta eiginlega fjölbýlishúsið hér á landi. Reykjavíkurbær festi kaup á því 1917 og fékk það fátækranefndinni til umráða. Það hefur nú verið endurbyggt með glæsibrag og í því eru leiguíbúðir iðnnema. Húsnæðisstofnun veitti 90% lán út á þær allar. Þegar flest var bjuggu 168 manns í húsinu. Þar var í upphafi hvorki rennandi vatn né salerni. Notast var við útikamra og vatn sótt í brunn í bakportinu. Á 3. og 4. áratugnum voru hinn miklu húsnæðisvandræði almennings mjög til umræðu og leitað var félagslegra úrlausna í auknum mæli. Gerðist það meðal annars með setningu laga verkamannabústaði 1929 og byggingarsamvinnufélög 1932. Frumvarp byggingarsjóð verkamanna og verkamannabústaði var fyrst borið fram á Alþingi árið 1928 af Alþýðuflokksmönnum undir forystu Héðins Valdimarssonar og samþykkt árið eftir. Samkvæmt lögunum átti að stofna byggingarsjóði í kaupstöðum og kauptúnum sem skyldu njóta árlegs framlags úr ríkissjóði og viðkomandi bæjarsjóði og ennfremur ábyrgðar fyrir lántökum. Lán byggingarsjóðs til þeirra sem byggðu í verkamannabústöðum
skyldu vera til 42 ára og nema 85% af húsbyggingarkostnaði en útborgun vera 15%. Eftir að lögin verkamannabústaði tóku gildi voru stofnuð byggingafélög verkamanna í kaupstöðum og kauptúnum víða land. Fyrsta árið lagði ríkið fram 1 króna á hvern íbúa á viðkomandi svæði á móti jafnhárri upphæð sveitarfélags. Á þessum árum hófust byggingaframkvæmdir meðal annars við verkamannabústað á Akureyri og á vegum byggingafélags Alþýðu í Reykjavík. Reistir voru sambyggðir verkamannabústaðir við Hringbraut í Reykjavík sem teiknaðir voru af Guðjóni Samúelssyni húsameistara ríkisins. Fyrsti áfangi voru 26 hús með 102 og 3 herbergja íbúðum og auk þess var á 2 hornum byggingarinnar verslunarhúsnæði fyrir 5 dagvöruverslanir og bókasafn. Sameiginleg kynding var fyrir öll húsin og barnaleikvöllur í miðjunni. Þá heyrði það til nýmæla að ákveðið var að hafa rafmagnseldavélar í íbúðunum en þær voru afar fátíðar. Í raun voru þetta fyrstu nútímalegu íbúðurnar fyrir almenning hér á landi. Héðinn Valdimarsson hafði leitað fyrirmynda erlendis. Guðmundur J. Guðmundsson formaður Dagsbrúnar ólst upp í verkamannabústöðunum. Þeir voru nú ekki aggressífir kallanir, en konurnar voru því harðari. Þar mætt á fundi með húsameistara eða fulltrúa hans og þær tvífelldu fyrir tenganir. Þær heimtuðu bað, kerlög og sturtu. Það þurfti að vísa standa upp í kerlöginni til að fá sturtuna. Og náttúrulega vassalerni og svo niðri var þvottahús sameiginlegt, þurrhús sameiginlegt og svo geymsla fyrir hverja íbúð. Og þetta var svo merkilegt með þetta bað. Þetta var náttúrulega fjarheitin, það var bara einu miðstöð fyrir allar þessar 56 íbúðir í fyrsta áfanga. Og þetta þótt svo merkilegt að hafa verið á bað að ég man því þegar voru koma gestir og stundum voru jafnvel 2 eða 3 sem bíðu og drukku þá kaffi með exporti og meðan að hinn var að fara í bað og svo næsti. Þetta var algjör bylting. Menn fór í baðhúsin yfirleitt til að fá bað, það voru til bað og síðan það var alltaf að koma fólk að skoða þennan lúxus. Ég uppalinn eins og fólk núna uppalinn kannski í einhverju Arnarnesi eða Snopphill til að skoða Palestínarinn og villurnar. Það var með öðru nær. En þetta var algjör framúrstefna. Verkamannabústaðir gáfu það góða raun að áfram var haldið. Á næstu 30 árum voru byggðar tæplega 1400 íbúðir á vegum verkamannabústaða víða land. Alls hlutu 1650 íbúðir lán úr byggingasjóði verkamanna samkvæmt lögum verkamannabústaði fyrir gildistöku laga húsnæðismálastjórn. Árið 1932 voru samþykkt lög byggingarsamvinnufélög að frumkvæði framsóknarmanna en þau gerðu ráð fyrir að ríkisstjórnin veitti ábyrgð fyrir lánum til húsbygginga slíkra félaga. Félagsmenn fengu alltaf 80% af verði íbúðanna lánuð til 25 ára og voru byggingarnar fjármagnaðar með ensku láni fyrst í stað. Peningaflóð á Íslandi á árum seinni heimsstyrjaldarinnar skapaði óþekkta eftirspurn eftir byggingalóðum og brátt gerðist byggingastarfsemin mikil, þótt bæði væri hörgull á vinnuafli og byggingarefni. En þetta dugði engan veginn til að mæta húsnæðisskortinum. Þegar nokkuð tók að líða á styrjöldina var farið að rýma herskála-hverfin. Bæjarstjórn Reykjavíkur fékk til eignar mikinn fjölda herskála. Þótt stríðinu lyki var farið að líta á braggahverfin sem staðreynd. Þau urðu heimkynni þúsunda Reykvíkinga næsta aldarfjórðunginn. Árið 1955 var búið í 542 bragga íbúðum í höfuðborginni og íbúar í þeim rúmlega 2300 talsins. Í könnun árið 1962 reyndust bragga íbúðir í Reykjavík enn vera 188 með 776 íbúum. Bæjaryfirvöld samþykktu árið 1949 byggingu 200 íbúða til útrýmingar heilsuspillandi húsnæði, samkvæmt lögum opinbera aðstoð við byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum. Árið 1950 voru steinhús í landinu rúmlega 10.500
eða tæp 55% allra íbúðarhúsa landsmanna. Timburhús voru 8.000 og torfbæirnir 702. Athyglisvert að steinhús voru viðlíka mörg hlutfallslega árið 1950 og torfbæir voru 1910. Steinsteypan hafði tekið við af torfi og grjóti sem aðal byggingarefni landsmanna. Miðbygg þessarar aldar sýndu stjórnvöld landsins vaxandi skilning á því að hið opinbera ætti að hlaupa undir bagga með einstaklingum og aðstoða þá við byggingu íbúðarhúsnæðis. Húsnæðismálastjórn hóf starfsemi sína í árslok 1955. Ein fyrsta aðgerðin sem stofnað var til í löggjöfinni voru hins svokölluðu sérlán til nýbygginga vegna útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði. Næstu 3 árin á undan hafði lánadeild smá íbúða starfað, en með tilkomu húsnæðismálastofnunar 1957 var sú starfsemi lögð niður. Voru eignir deildarinnar lagðar inn sem stofnfé byggingasjóðs ríkisins, laut stjórn húsnæðismálastjórnar og gerir enn. Á fyrstu 10 árum í starfi sínu lánaði húsnæðismálastjórn til rúmlega 8.600 íbúða. Þorvaldur Garðar Kristjánsson, fyrrverandi alþingismaður, var í fyrstu húsnæðismálastjórninni. Og menn minnast að þá var það mjög algengt að þeir sem á þurftu að halda leituðu eftir lánum hjá vinum og kunningjum, bráðabirgðalánum, víxillánum í bönkunum, og svo var þetta geysilega vinnuframlag og púl hjá mönnum við að koma upp eigið húsnæði. Þetta ástand gat ekki gengið til langframa og þá kemur húsnæðismálastjórn til málanna. Og það bar að með þeim hætti að í september 1953, þegar Ólafur Thors myndar samsteypustjórn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins, þá var húsnæðisvandamálið sett á oddinn. Og í stjórnarsáttmála sem þá var gerður, þá var tekið fram að það skyldi unnið að úrbótum í húsnæðismálunum og að komið á fót eða lagður grundvöllur að framtíðarlausn húsnæðisvandans. Þegar þetta lá fyrir, þá skipaði ríkisstjórnin sérstaka nefnd til þess að fara ofan í þessi mál. Þessi nefnd var undir forsæti Dr. Benjamins Eiríkssonar. Hún var mjög mikið og mest starf og á grundvelli þess starfs og nefndarálits svo sett lögin húsnæðismálastjórn og veðmálakerfið, hið almenna veðlánakerfi, og það gerist 1955. Árið 1957 voru sett lög skyldusparnað ungs fólks á aldrinum 16 til 25 ára. Var hann ákveðin 6% af launum og var tilgangurinn sá frá upphafi að örva sparnað til íbúðabygginga. Árið 1964 var hlutfallið hækkað í 15%. Skyldusparnaður unga fólksins leiddi til þess að þúsundir ungra hjóna og fjölskyldna gátu komið eigin þaki yfir höfuðið. Styrkasta stóð sjálfseignarstefnunnar fallin, sögðu byggingameistarar þegar þeir hörmuðu að hann skyldi lagður niður. Í áranna rás var húsnæðisstofnun ein stærsta peninga- og lánastofnun í landinu. Hún hefur jafnan notið þjónustu veðdeildar Landsbanka Íslands. Lengi vel var húsnæðisstofnun eini aðilinn í landinu sem hafði vísitölutryggingu á útlánum, reyndar allar götur síðan 1960. Eflaust hefur þetta fyrirkomulag bjargað stofnuninni í gegnum verðbólgutímana sem eyðilögðu fjölmarga aðra sjóði eða ollu stór tjóni á þeim. Í sjóðum húsnæðisstofnunar á þjóðin einhver mestu peningalegu verðmæti sem til eru í hennar eigu. Í árslok 1994
voru 169 milljarðar króna útistandandi hjá Húsnæðisstofnun og lántakendur voru 55.500 talsins. Á 7. og 8. áratugnum voru gerðir samningar á vinnumarkanum með aðild ríkisvaldsins sem höfðu byltingarkennd áhrif á þróun húsnæðismála í landinu og höfðu úrslita áhrif til bóta fyrir allan almenningi húsnæðismálum. Hinn fyrsti af því tagi var júní-yfirlýsingin svonefnda frá 1964. Samkvæmt henni var hið almenna húsnæðislánakerfi stóreflt, meðal annars með sérstökum launaskatti á atvinnufyrirtækin, nam 1 af 100 af greiddum vinnulaunum ásamt ýmsum öðrum ráðstöfunum. Rann launaskatturinn alfarið til byggingasjóðs ríkisins. Á grundvelli þessa samkomulags losnaði húsnæðislánakerfið úr læðingi og jafnframt var fótum skotið undir stórfelldar og stórmerkilegar framkvæmdir í húsnæðismálum. Strax árið eftir gaf Viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks út aðra yfirlýsingu húsnæðismál nefndist Júlí-yfirlýsingin. Hún var einnig birt í tengslum við og til lausnar á almennri kjaradeilu. Þá var almenna húsnæðislánakerfi styrkt enn frekar en áður og jafnframt tekin ákvörðun byggingu 1250 íbúða. Það var Eggert G. Þorsteinsson, fyrrverandi félagsmálaráðherra og formaður húsnæðismálastjórnar sem afhenti fyrstu íbúðirnar í Breiðholti. Þessar 1250 íbúðir myndu kosta 6 til 7 milljarðar króna á núverandi verðlagi. Húsnæðisstofnun veitti 80% lán út af þær allar. Vinstri stjórnin 1971 til 1974 gaf út yfirlýsingu í febrúar 1974. Með henni var ákveðið að halda áfram byggingu hentugra íbúða fyrir efnalítið fólk í stéttarfélögum innan ASÍ og hliðstæðra samtaka land allt. Þarna kom fram sú stefnumörkun að eigi minna en þriðjungur á áætlaðri íbúðaþörf landsmanna á þessu tímabili yrði leyst á þessum grundvelli. Í kjölfar febrúarsamninga aðila vinnumarkaðarins árið 1974 var launaskattur sem rann að fullu til byggingasjóðs ríkisins hækkaður í 2,5% og samið skuldabréfakaup af hálfu lífeyrissjóðanna til að efla fjárhag Húsnæðisstofnunar. Var þar miðað við að þeir verðu 20% af árlegu ráðstöfunarfé sínu til kaupa á verðtryggðum skuldabréfum af Húsnæðisstofnuninni svo að unnt væri að tryggja framgang þessara fyrirætlana. Magnús L. Sveinsson, formaður Verslunarmannafélags Reykjavíkur, var í tillögunefnd ráðstöfun félagslegra íbúða í Breiðholti. Maður gerir sér kannski ekki svo glöggt grein fyrir því þegar maður stendur svona í hlutunum, en eftir á að hyggja þá tel ég að það hafi verið beinlínis brotið blað í húsnæðismálum hér í Reykjavík með samkomulaginu sem að verkalýðshreyfingin gerði við þáverandi ríkisstjórn byggingu 1250 íbúða. Og það sem var kannski sem var merkilegast við þetta, það var það að af þessum 1250 þá var gert ráð fyrir að 1000 íbúðir yrðu eignar íbúðir og þær voru ætlaðar láglaunafólki. Fram að því hafði láglaunafólk búið við það að þurfa að vera leigjendur, það hafði ekki efni á því að eignast íbúðir og almennt var gert ráð fyrir því að þetta fólk sem var á lægri tekjum, að það væru leigjendur. Það bjóði mikið öryggisleysi í þeim efnum. Reyndar vantaði líka mikið leiguhúsnæði. Þannig að það var mjög mikið það að fólk byggi inn á öðrum fjölskyldum. Næstum því þriðji hver maður til dæmis sem að kom inn í þessa mynd sem sóttum, bjó inn á öðrum fjölskyldum. Í kjarasamningum 1986 var tekin ákvörðun að lífeyrissjóði verkalýðsfélaganna skyldu nota 55% af ráðstöfunarfé sínu til kaup á skuldabréfum Húsnæðisstofnunar, jafnframt því sem ákveðið var að húsnæðislán skyldu stórhækka. Þetta kerfi var afnumið með lögum 1991. Það sem ber á nokkuð núna síðustu árin og við höfum haft ákvæmlega mikla sérstöðu með á Íslandi að einstaklingar eiga íbúðirnar. Bretlandi þá eiga bæjarfélagið þeir eða einhverju byggingarsamvinnufélög menn eru leigjendur. Hér er þetta í hverfandi mæli leigjendur.
Fyrir stríð var mikið meira leigu. En núna, svona 3-4 síðustu árin, að þá hefur fjöldinn allir sem fengið úthlutað húsnæði í verkamannabústöðum sem áður voru, kallað félagslegar íbúðir, húsnæðismálanefnd. Þær ráða ekki við útborgun og það vantar fleiri leigu íbúðir. Og það aldrei svo afleitt svo ung hjón. Þau þurfa að byrja á því að byggja sér íbúð. Þau ætti að geta verið í leigu í einhvern ákveðinn tíma og annarkvort keypt á íbúðina eða þessi leigumarkaður hafa að vera meiri. Þetta oft þröngt. Lífeyrissjóðir verkalýðsfélaga hafa átt geysi mikilvægan þátt í framförum í húsnæðismálum landsmanna með viðskiptum við húsnæðisstofnun og ekki síður með beinum lánveitingum til félagsmanna sinna vegna kaupa eða byggingar á íbúðarhúsnæði. Framvindan í byggingu íbúðarhúsnæðis hefur verið í takt við sveiflur í efnahagslífi landsmanna. Fyrir 30 árum voru fullgerðar 1500 íbúðir árlega á öllu landinu. Þessi tala fór niður í 1300 í kjölfar efnahagsörðurleikana í lok 7. áratugarins. Íbúðafjöldinn náði hámarki 1977 en þá voru fullgerðar 2300 íbúðir í landinu. Síðasta áratuginn hafa þær verið að meðaltali 1600 á hverju ári. Bændur landsins gerðu stór átak í endurnýjun bæjarhúsa í sveitum og með byggingu nýbýla á jörðum sínum. Nýtískuleg íbúðarhús með bestu samtíma þægindum tóku við á gömlum timburhúsum eða torfbæjum í landbúnaðarhéruðunum. Stofnlánadeild landbúnaðarins fjármagnaði íbúðarbyggingar í sveitum þar til húsnæðisstofnun tók við því hlutverki 1979. Í árslok 1970 tók húsnæðisstofnunin að veita lán til kaupa á notuðum íbúðum á almennu markaði. Það hafði mikla þýðingu og sá lánaþáttur jókst hröðum skrefum, þannig að hann löngu orðinn stærsti þátturinn í útlánastarfseminni. Teiknistofa húsnæðisstofnunar var stofnuð 1957 af brýnni nauðsyn. Víða á landinu voru húsbyggjendur í miklum vandræðum með útfögun á góðum og vönduðum teikningum. Var það úr að teiknistofa var sett á laggirnar og skildi hlutverk hennar vera að hanna og selja teikningar af íbúðarhúsum. Sumir þéttbýlisstaðir bera sterk svipmót af þessari hönnunavinnu, eins og til dæmis Þorlákshöfn. Árið 1993 var þessi starfsemi lögð niður, enda hæfileikaríkir hönnuðir komnir til starfa land allt. Áratugaskeið hefur húsnæðisstofnun haft umtalsverð áhrif á tækniþróun og þróun húsagerðar í landinu með teiknivinnu, stærðarreglum og styrkjum og lánum til hvers kyns tækninýjunga. Eldgosið í Heimaey 1973 olli gífurlegu tjóni á mannvirkjum í Vestmannaeyjum. Fjöldi bæjarbúa var fyrir sárum eignamissi þegar íbúðarhúsnæði þeirra var undir fargi glóandi hrauns. Meira en þriðjungur allra íbúða eyðilagðist í 5000 manna bæ. Hugmyndin að byggingaráætlun Vestmannaeyja eftir eldgosið var til hjá húsnæðisstofnun og verulega fjármögnuð af henni með framkvæmdalánum. Þessi áætlun var grundvöllur að hraðfara og glæsilegri endurbyggingu íbúðarhúsnæðis í Vestmannaeyjum. Árið 1973 voru samþykkt lög byggingu 1000 leiguíbúða í sveitarfélögum utan höfuðborgarsvæðisins. Þær áttu að tryggja að landsbyggðin fengi jafnan skerf íbúðabygginga til móts við breiðholtsframkvæmdirnar. Enn fremur að gera atvinnulífinu á landsbyggðinu auðveldara vik að fá fólk til starfa og greiða fyrir búsetu þess þar. Sveitarfélögin fengu fyrirgreiðslu byggingarsjóðs ríkisins til byggingar leiguíbúðana og var varið til þeirra 5 til 6 milljörnum króna á núgildandi verðlagi. Sérstök húsbréfadeild innan byggingarsjóðs ríkisins var sett á stofn hjá húsnæðisstofnun í árslok 1989. Hlutverk deildarinnar að gefa út flokka markaðshæfra skuldabréfa í nafni byggingarsjóðs ríkisins. Hún kaupir fasteignaveðbréf fyrir húsbréf í tengslum við eigendaskipti á íbúðum, nýbyggingar eða viðbyggingar, meiri háttar endurbætur eða endurnýjun á notuðu húsnæði. Allir sem uppfylla reglur húsnæðisstofnunar greiðslumat og fleira eiga rétt á fyrirgreiðslu hennar. Viðskipti seljanda og kaupenda, verktaka og byggjanda
eiga ganga snurðulaust. Slíkt kerfi á að vera laust við tilviljanakenndar afgreiðslur. Þetta almenna kerfi er hugsað til þess að tryggja öllum rétt til lánsfjár til langs tíma á sem bestum kjörum hverju sinni. 4.000 til 5.000 umsóknir berast árlega til Húsnæðisstofnunar. Árið 1994 voru afgreiddar 5.300 umsóknir húsbréf. Þau bera nú 5,1% vexti. Meðal upphæð fasteignaveðbréfs umsækjanda hefur verið 3 milljónir króna. Útgáfa húsbréfa hefur numið á 2 milljarða á ári. Húsnæðisstofnun hefur síðan 1985 rekið afar mikilvæga og umfangsmikla starfsemi við úrlausn á greiðsluvandamálum almennings vegna húsnæðiskaupa. Þessi þjónusta átti upphaflega að standa yfir í 1 sumar en er orðin að föstum lið í starfseminni. Ráðgjafarstöð Húsnæðisstofnunar á sér enga hliðstæð í landinu og þar starfar fólk sem býr yfir meiri reynslu á þessu sviði en finnaleg er annar staðar hérlendis. Til að greiða úr vanda fólks hafa verið veittir tæpir 7 milljarðar króna í greiðsluerfiðleikalán síðan 1985. Þar af tæpir 3 milljarðar króna í húsbréfum. Árið 1970 var Húsnæðisstofnun falin stjórn á byggingasjóði verkamanna. Málefni hans eru meðal viðfangsefna húsnæðismálastjórnar. Nú eru hann og byggingasjóður ríkisins einhverjir öflugustu og ríkustu fjárfestingalánasjóðir í landinu. Hlutverk byggingasjóðs verkamanna er að annast lánveitingar til félagslegra íbúða og bæta með því úr húsnæðisþörf láglaunafólks. Í því skyni lánar hann 4 milljarða króna á ári til íbúðabygginga og eigendaskipta á eldri íbúðum. Á skrá hjá byggingasjóði verkamanna eru nú 10.000 íbúðir. Af þeim er meir en helmingur félagslegar eignaríbúðir. Þetta er þó ekki tæmandi tala fjölda byggðra félagslegra íbúða í landinu, þar sem allra elstu íbúðirnar eru ekki skráðar og allmargar íbúðir eru komnar á almennan markað. Auk þessara íbúða eru leiguíbúðir Reykjavíkurborgar 950 talsins. Fleiri sveitarfélög eiga slíkar íbúðir, auk félagsstofnunar stúdenta, Öryrkjabandalagsins, Þroskahjálpar og fleiri samtaka. Félagslegar íbúðabyggingar á Íslandi frá upphafi vega eru nú taldar samtals 10.400 íbúðir eða tæplega 11% af heildar íbúðareign landsmanna. Ný löggjöf félagslegar íbúðir tók gildi 1990. Með henni voru sveitarfélög gerð ábyrgari fyrir málaflokknum með tilkomu húsnæðisnefnda í stað stjórna verkamannabústaða. Guðríður Friðriksdóttir verkfræðingur er forstöðumaður húsnæðisskrifstofunnar á Akureyri. Húsnæðisskrifstofan á Akureyri tók til starfa 1990 og er rekin sameiginlega af Akureyrarbæ og Húsnæðisstofnun ríkisins. Og helstu verkefni sem við sinnum fyrir Húsnæðisstofnun ríkisins er almenn ráðgjöf til fólk sem að kaupa sér íbúðarhúsnæði í annarkvort nýtt eða á almennum markaði og útgáfa fasteignaveðbréfum þegar og yfirferða kauptilboðum þegar fólk er að gera kauptilboð í eign. Síðan höfum við sinnt líka ráðgjöf til þeirra sem hafa lent í greiðsluerfiðleikum og aðstoða þá við að finna einhverja lausn á þeim málum þegar hægt hefur verið. Fyrir Akureyrarbæ sjáum við helsta verkefni sem við sinnum fyrir Akureyrarbæ er bygging félagslegra íbúða og innkaup og endursölu á félagslegum íbúðum. Í aðalstöðum Húsnæðisstofnunar í Reykjavík eru starfsmenn rúmlega 50 talsins. Rík áhersla hefur lögð á aðhald og eftirlit með rekstrakostnaði stofnunarinnar. Hefur sá árangur náðst að hann hefur farið sílækkandi og orðið mun minni en gert var ráð fyrir í fjárlögum. Undir yfirstjórn húsnæðismálastjórnar og framkvæmdastjóra starfar stofnunin á 2 sviðum, rekstrasviði og lánasviði. Megin hlutverk tæknideildar húsnæðisstofnunar er annast greiðslueftirlit og loka úttektir á framkvæmdum við félagslegt húsnæði. Ennfremur veitir hún tæknilegar umsagnir gögn sem fylgja umsóknum til lánasjóða stofnunarinnar og hefur umsjón með úttektum á íbúðum í tengslum við nauðungaruppboð sem lögfræðideildin annast. Verkefni þjónustudeildar skiptast í meginatriðum í 2 flokka, annars vegar störf í afgreiðslu, þar sem unnið er að móttöku viðskiptavina og skráningu umsókna. Hins vegar eru störf að vinnslu umsókna sem þurfa sérstaka meðhöndlun vegna greiðsluerfiðleika lántakenda eða af öðrum ástæðum. Frá 1990 til áramóta 1994-95 var 18 milljörðum króna varið til íbúðabygginga
á grundvelli laga félagslegar íbúðir, samtals 2600 íbúða. Það hefur færst í vöxt á undanförnum árum að byggðar væru sérhannaðar íbúðir fyrir aldraða. Félagasamtök aldraðra hafa staðið fyrir slíkum framkvæmdum og byggingaverktakar hafa reist þær og selt á almennu markaði. Í þessum íbúðum kappkostað að hafa íbúðarstærðir og innra fyrirkomulag sem hentugast fyrir fólk á efri árum og góða sameiginlega aðstöðu. Sveitarfélögin, félagasamtök og sjálfseignarstofnanir hafa einnig átt drjúgan þátt í þessari þróun með byggingu þjónustu íbúða aldraðra og dvalarheimila, þar sem íbúar hafa ýmis geta keypt íbúðir eða greitt leigu fyrir húsnæðið. Í þessum íbúðarhúsum víða sameiginlegt mötuneyti, aðstaða til félagsstarfa og fyrir sérstaka þjónustu. Öryrkjabandalagið og ýmis samtök fatlaðra hafa beitt sér fyrir byggingu sérstaks leiguhúsnæðis fyrir öryrkja og aðra fatlaða. Þar hönnun og útfærsla miðuð við skerta möguleika íbúana, en með það að markmiði að þeir geti búið þar einir og hjálpa sér sjálfir. Sérstakar íbúðir fyrir aldraða og öryrkja í vist- og dvalarheimilum nú 1000 talsins og hafa verið byggðar víða land síðan 1969. Húsnæðisstofnun ríkisins hefur veitt hámarkslán til þessara framkvæmda sem kostar hafa 5 til 7 milljarða króna. Þetta hefur verið kallað hinn hljóðláta bylting í húsnæðismálum þessara þjóðfélagsþegna. Ólöf Ríkharðsdóttir hefur lengi starfað að málefnum Öryrkjabandalagsins. Öryrkjabandalag Íslands hefur átt samskipti við Húsnæðisstofnun ríkisins og notið fyrirgreiðslu Húsnæðisstofnunar ríkisins frá árinu 1969. Þá fekk Öryrkjabandalagið fyrstu lánin til húsbygginga. En það var á 1966 sem hafist var handa að byggja húsnæði fyrir öryrkja og fatlaða vegna þess að þörfin var alveg gífurleg. Og þar á meðal náttúrulega var það að það var ekkert aðgengilegt húsnæði til fyrir hreyfihamlaða á þeim árum. En þá voru byggðar blokkirnar 3 við Hátún 10 í Reykjavík sem margir þekkja nú. Síðan var haldið áfram og með tilkomu tekna úr lottóinu þá vænkaðist hagur Strympu. Hússjóður Öryrkjabandalags Íslands hefur undanfarin 7 ár fengið 15 til 20 lán á ári frá Húsnæðisstofnun, en að vísu hefur verið byggt meira heldur en það, eins og ég sagði áðan eftir að tekjur komu úr lottóinu. En húsnæðisþörfin alveg óendanleg og það virðist ekkert láta því og það minnkar ekkert eftirspurnin. Þannig að það ómetanlegt fyrir Hússjóð Öryrkjabandalagsins að eiga þennan góða bakhjarl þar sem Húsnæðisstofnun ríkisins Húsnæðisstofnun hefur lánað stór fé úr byggingasjóði ríkisins til að koma upp miklu fjölda íbúða fyrir einstæða foreldra, námsmenn og fólk sem verið hefur í ýmiss konar endurhæfingu. Að því best verður vitað húsnæðisaðstæður hér á landi með því besta sem þekkist á byggðu bóli. Hefur Húsnæðisstofnun átt ríkan þátt í þeirri þróun. Íbúðir flestar tiltölulega nýjar. Íbúðir hér á landi yngstar á öllum Norðurlöndunum og hér húsrými meira á hvern einstakling en víðast annar staðar. Í norrænum samanburði sést þetta best á því að 62% fjölskyldna hér á landi taldar búa mjög rúmt. Það íbúðin meira en 1 herbergi á mann að eldhúsi og stofu frátalinni. Næst okkur í þessu tilliti komast Norðmenn með 49% og þá Svíar með 37%. Hér á landi nú liðlega helmingur íbúða 4 herbergja eða stærri. Hverjir hafa verið merkustu áfangar hjá Húsnæðisstofnun að mati Sigurðar Guðmundssonar framkvæmdastjóra? Að mínum dómi langt mikilvægust áfangarnir fólknir í samningunum sem að gerði voru árin 1964, 1965, 1974 og 1986 milli verkalýðssamtaka,
vinnuveitanda, ríkisstjórnarinnar og Reykjavíkurborgar í einu tilviki. Þessir áfangar ásamt tilkomu húsbréfakerfisins tel ég hafi verið langsamlega mikilvægasta og skapað allan grundvöll undir starfsemi húsnæðislánakerfisins og almennra íbúða og félagslegra íbúðabyggingum land allt. En samt sem áður tel ég að samningarnir 1965 skeri sig úr vegna mikilvægis því að þá tókst í fyrsta skipti að tryggja lánsfé til almennra íbúðabygginga sem þóttu viðunandi og hægt var að fá afgreitt með litlum fyrirvara, auk þess sem að með því var líka voru tryggðar íbúðabygginga fyrir láglaunafólk 1250 íbúður í Breiðholti í Reykjavík. Verðmæti alls íbúðarhúsnæðis í landinu er 480 milljarðar króna. Íslendingar hafa jafnan lagt fram mikla vinnu sjálfir í byggingu íbúðarhúsnæðis. Í könnun árið 1979 töldu 62% aðspurðra íbúðarbyggjenda sig hafa lagt mikla vinnu að mörkum til húsnæðis síns. En hver er framtíðarsýn þeirra sem fara með stjórn húsnæðismálana? Hákon Hákonason er formaður húsnæðismála stjórnar. Ef hægt að tala um einhverja draumasýn í þessu máli, að þá náttúrulega sé ég það fyrir mér að þetta kerfi varðandi fjármögnun á íbúðarhúsnæði fólks verði það mannlegt þess vegna að það taki mið af aðstæðum fólks á hverjum tíma eins og það eru. Ég meina við þekkjum það mjög vel núna síðustu árin hér á Íslandi að þá hafa ráðstöfunartekjur heimilanna breyst mjög mikið af ýmsum ástæðum. Fólk hefur mist vinnuna að hluta til eða alveg. Laun hafa lækkað þegar fólki sem hefur laun og þar alveg hafa margar grundvallar forsendur þessara heimila breyst mjög mikið. Við þekkjum þetta öll og við tölum mikið um þetta. En það kannski vantar það að hlutinir gangi eftir miðað við þessar forsendur. Og það hefur leitt að sér ómældar hörmungar fyrir fjölmörg heimil þessa land sem við þekkjum og við viljum mjög að koma í veg fyrir að verði. Þess vegna sé ég það fyrir mér að þegar að fjármögnun á því sem við erum að tala um nauðsynlegu íbúðarhúsnæði fyrir allar fjölskyldur í þessu landi sé orðið með þeim hætti að mann geti komið og fengið þetta á einum stað að þá þarf þetta að fylgja eftir að mínum að þannig að við getum innan ekki mjög langs tíma sagt við fólk hér getur þau fengið það lán sem að við teljum á samfélagi til eðlilegt að þú þurfa að fá til þess að fjármagna eðlilegt húsnæði með 40.000. Ef eitthvað kemur fyrir þig, þá er ekki sjálfkrafa þar með öllum dyrum skellt á þig og sagt það er ekki mitt mál vinnur þó þú missir vinnuna, það er ekki mitt mál þó að rauntekjur heimilina lækki stórlega, það er ekki mitt mál að þú verið veikur, sjáðu þig. Þetta viðhorf vil ég að verði ekki til staðar. Því að þá höfum við náð tveimur meginmarkmiðum, fjármagna húsnæðiskaupin og sagt við okkar ágæta fólk. Ef eitthvað bjátar á hjá þér, þá eru við félagar sem við ræða við þig en ekki loka. Húsnæði er ein af frumþörfum hverrar fjölskyldu þjóðfélagsins. Þetta endurspeglast meðal annars í leikjum uppvaxandi kynslóðar. Það hefur verið talið keppikefli og heilbrigt metnaðarmál sérhverrar fjölskyldu að eignast fagurt heimili í vistlegum og heilsusamlegum í bílum. Sem ekki eiga heima þar og þeir eru í húsum sem ekki eru hús og nú segir þið að þetta sé bara tómt rugl og trúi ekki orði og þá skulum við bara fara þangað. Þarna er þetta þorp, það er austur í Þjórsárdal og við förum bara þangað austur. Já, þetta er þorpið. Rúmlega 200 manns þarna en bara á sumrin. Engin á veturna og engin skráður íbúi. Samt eru sumir bústaðarnir svo fallegir að það er eiginlega merkilegt að það skuli ekki vera neitt hér. Þetta skuli vera eins og dauðabær á þessum árstíma. Nú skulum við ganga inn í þetta þögla þorp. Þetta er glæsilegt villu hverfi. Inn í þéttum skógi, ákaflega fallegt umhverfi. En það er þögult. Þarna eru öll þægindi. Það er rafmagn í þessum bústöðum. Sólarrafhlöður víða. Já, rafmagn allt, lýsing, öll nútíma þægindi sem þykja nauðsynleg þegar fasteignar er að ræða. En það er ekki allt sem sýnist. Þótt manni finnist maður vera komin jafnvel til Hollywood
Svo flott og ævintýralegt er þetta. Já, þarna götur og brýr. Þetta stærðahverfi. Áreiðanlega vel á 300 manns sem eiga heima þarna en eiga þó ekki heima þarna. Nú förum við að skoða þetta nánar. Við förum að þessu húsi. Svo glæsilega húsi hér. Þá sjáum við eitt hlut sem sameiginlegur með öllum þessum bústöðum. Dráttarkrókur. En hver skyldi nú geta dregið þennan bústað í burtu? Skoðum næsta bústað. Aha, þarna kemst upp strákinn Tuma, þetta ökutæki, þetta hjólhýsi. Nei, þetta ekki hjólhýsi. Það heil verönd og heil lóð með öllu tilheyrandi því sem tilheyrir fasteign. En bíðum við þegar við skoðum hérna til hliðar. Jújú, þetta hjólhýsi, það bara búið að taka hjólinn af og smíða í kringum þetta. Hér hreinlætis aðstaða, klósett, handlaug og allt tilheyrandi. En bústaðurinn, bara lítið hjólhýsi og meira segja það til sölu. Já, þetta á öllum stigum hérna. Við sjáum hérna mismunandi þróunarstig. Hér eitt hjólhýsi, við sjáum að þá ættir að smíða miklu meira heldur veröndina sem hérna komin í kring. Hér timbrið. Og hér komum við að stórri og glæsilegri verönd á langstærsta bústaðnum. Hann hann rita hjól á honum. Stór hjól. Já, þetta nefnilega strætisvagn. Þetta langstærsti strætisvagnin sem hérna í héraðinu. Og náttúrulega líka stærsti bústaðurinn. Eða þannig. Það fallið þarna í kring og hlýtur að vera skemmtilegt að unna þarna í guðsgrænni náttúrunni hjá bústaðnum. Ég meina hjólhýsinu eða strætisvagninum. Fyrirtækisbílnum fyrir ekki við blikk og stál, já. Volvo heitir þetta nú reyndar. Eða hvað eigum við að kalla þetta sumarheimili sem geti verið vetrarheimili líka og nýbúið að skoðan af bifreiðaskoðun. Þetta mjög skemmtileg hugkvæmni sem við sjáum hér allstaðar. Auðvelt að rata. Þetta glæsilegu bústaður en hefur áður verið tengivagn. Stefnuljósið upp á honum bendir til þess að þakið sé að strætisvagni. Svefnherbergi Svítan, einmitt á þeim stað sem það á við að spyrja, ekki tími tilkomin að tengja. Já, þessi bústaðir gætu áreiðanlega sagt frá mörgu ef þeir gætu talað því að þeir hafa sitt hvað séð dagana og farið víðan þjóðvegakerfið. Og þarna Bolateigur eða Bolteigur, Sólbær 11, þetta allt saman með nöfnum, enda þessi bústaður lýstur. Og svo í lok dagsljósins að þá heyrum við fallegt lag með Karlakótum Heimi á Hörpuna Róma.